svona hluti. Og þá kannski best áður ég fer mikið lengra, ég byrji hérna fyrirlesturinn. Og þetta verkefni sem sagt styrkt, verkefni sem við erum að fara í sem er pínu óljóst en alltaf að verða ljósara. Það styrkt af Húsnæðis- og mannvirkjasjóði, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Aski sem þar inni og Ísega fyrirtæki sem að skera þarann og Rækt svona fyrirtæki eða fræðslufyrirtæki sem að tengir einhverja 30 aðila í þessum bransa. Það meiri segja að það ég fékk starfsaðstöðu með kalli sem að rækta söl til þess að gefa kúm úr afgangsvatni úr fiskeldisstöðum. Og þetta hérna í litlu húsi hérna nýra á Granda netaskúrunum og maður kemur hann inn og það svona stóri tankar og svona bublur. Þetta svona eins og maður sé bara í svona einhverjum geimvísindum sko. Það mjög skemmtilegt. Og þetta litla fyrirtæki mitt, hérna Urban Beat og síðan búið að draga steypustöðina inn í hluta þessu og svo University of East London að verða svolítið skemmtilegur þátttakandi í þessu verkefni. Og það sem við erum að skoða, það þessi svokallaði stórþari, það tangul á ensku, sem Laminaria hyperborea á latnesku. Og þetta stærsti þarinn sem vex við Íslandsstrendur með mjög skemmtilega stöngla hérna sem geta orðið alltaf 4 til 5 metra langir. Og þeir að skera þetta, þeir aðalega að nota blöðin á þessu þarna í Ísega á Stykkishólmi, en þeir að skera þetta og aðalega að búa til mjöl úr þessu sem eins konar svona ofurfóður fyrir plöntur. Ég má alls ekki kalla þetta áburð. Þannig að það og þeir aðalega að nota blöðin og stönglarnir svona pínu utanveltu, það hægt að mylja þá en ekki víst að sé mikið gagn í þeim. Og þetta vex þarna hjá Stykkishólmi og þeir vilja meina það á þess að sé búið að rannsaka vísindilega að þeir geti skorið þennan þara sem getur orðið alltaf 20 ára gamall og 4 til 5 metra langir stönglar. En þeir vilja meina að þeir geti skorið hann á sama stað á 4 til 5 ára fresti. En hvaða áhrif það hefur á lífríkið, það þarf kannski að fá doktorsnema til þess að rannsaka það svolítið betur. En þetta virðist vera að endurnýja sig og ef við erum að nota þessa stöngla til dæmis í staðinn fyrir timbur, að þá erum við komið með mínus kolefnisspor því að við erum ekki að nota neitt land. Ef það hægt að nota þetta svo í eitthvað byggingarhæft. Og já, ég ætla ekki bara að láta þetta ganga. Hérna nokkri stönglar, þeir ekki alveg þykkir og þessir hérna, en þetta var búið að þorna þarna. Þannig að þið getið þreifað á þessu. Þetta lagði ég bara út þegar ég náði nokkra stönglar daginn og þetta búið að þorna svona 2 til 3 vikum. Hvar þetta að nota þarann í byggingariðnaði og það 2 brautir sem við erum að lauma okkur inn á. Að það annars vegar og maður finnur að þegar maður með þetta ferskt, þeir lítur sér svona út þessi sem þeir með þarna, en þegar maður með þetta svona ferskt það rosalega mikið lím sem kemur út úr þessu. Það þetta alginati sem notað í alls konar iðnaði í dag, meðal annars í matvælaframleiðslu sem matalím. En að ná alginatinu hreinu úr rosalega mikil prósess. Þannig að það sem við erum að horfa fyrir byggingariðnaðinn hvort að við getum notað mjölið og virkjað alginatið án þess að vinna það út úr mjölinu. Og það það sem við erum með í gangi þarna límmegin. En svo hitt sem kannski ennþá meira á byrjunastigum að það hvort að það séu þannig trefjar í þessu að það sé að nota þetta í eitthvað. Hvort að trefjarnar séu nógu sterkar til þess að sé að nota þetta eins og hampinn í steypu eða hvort þetta sé ennþá sterkar og það sé að nota þetta í burðarbita. Og draumurinn væri sá að þurrka stönglanna og vinna þá einhvern veginn, annarkvort að setja í gegnum
mögulega getur maður, þú veist, pressað úr þeim með svona rullu, þurrkað á og komið svo með alginatið aftur inn í og búið til einhverju vöru úr því. En þarna erum við sko í raun og veru bara að hugsa og tala og spá og spöglera í dag. Það sem kallar alginatið, er trefjahlutinn í miðjunni? Sko, þetta í raun og bara þegar þú veist, þetta bara allt klístrað, sko. Þetta bara svona eins og harpik sem kemur úr timbri, sko. Hvernig verður þetta þegar þetta verður þurrt? Þetta verður þurrt? Þetta þarna, það sem ég var sýningur, það nákvæmlega þetta hérna þurrt. Já, en það samt ennþá vökvi í því. Já. Eitthvað, ég bara lagði þetta út á pappakassa vel hliðin á söl sem hann var að rækta hann Jói, sko. En það verður alveg hægt. Það var eiginlega það sem verður. Já, og þú veist, en það spurning, sko, þú veist, ef við getum pressað úr því í vatni fyrst til dæmis, að það alls konar efni í því sem að nýtist í lyfjaiðnaðinum og matariðnaðinum og svona, og skili trefjana eftir, þá geti það verið eitthvað til þess að vinna með. En þú veist, þetta svona svipað eins og með hampi, sko, þú veist, vitum ekki, þetta eitthvað sem að verður sterkt, þetta eitthvað sem veitir einangrun, þú veist, þetta bara rugl, en allavega við erum farin af stað í þessari vegferð til þess að athuga, þú veist, það til svo rosalega mikið af þessu, það alveg þess virði að skoða hvað þetta að nota þetta og þetta já, alla vísbendingar eru að þetta sé mjög umhverfisvænt. Þú veist, ef við erum ekki að flytja þetta á milli heimslanda, sko, sem við þurfum að gera til að byrja með reyndar. Nei, ég í raun og veru, sko, bara verkefnistjóri í þessu verkefni. Så þetta svona aukaverkefni hjá mér og ég með þeim, ég ætla bara að segja ykkur meira. Við skulum fá spurningarna bara á eftir, þannig að ég sé ekki að flytja allan fyrirlesturinn í einhverjum... Já, nei, þetta alltaf. En þú veist, ég er með rosalegt, bara svo að segja strax, ég er með rosalegt svona imposter syndrom í þessu, sko. Þú veist, ég er komin inn í eitthvað verkefni þar sem ég svona að leiða saman hinn og þessa og veit kannski ekkert voða mikið sjálfur, en kannski nóg til þess að, þú veist, að þegar að til dæmis eins og kallandi hjá steipustöðinni, þú veist, það efnafræðingur og þú veist, Kai sem algjör sérfræðingur í steipu og svona, þannig ég trúi að ég get nú komið þessu ansi langt. Og fengi einhverja niðurstöðu sem að segja okkur allavega annarkvort af eða á, sko. En hérna þú veist, þetta eru bara, þú veist, þessar fínu hellur hjá steipustöðinni og það sem við erum að spá í, sko, getum við komið sandi og sem sagt þá svona aðeins grófari sandi heldur en þessum púsningarsandi, jafnvel blandaðan með, sem sagt, það kallað filler, það afgangsefni sem verður til við framleiðslu á malbiki sem rosalega fínn og svo eitthvað hlutfall af þara. Þú veist, getum við hrært þetta saman og komið í ofan í fúurnar og virkja það. Og við sem sagt, það tvennt sem við erum að pröfa núna, við erum að pröfa að hita, þú veist, hræra þetta saman, bleita þetta og hita þetta og sjá hvort það límist. Og svo sko kalsíum að það virkjar líka alginatið í þaranum og þegar til dæmis búið til við heyrtum svona þaraleður. Já, að það gert með því að þá þau með striga, smyrja þara á það svona og svo virkja það með kalsíumklórið. Blanda vatni, sko, ég sá svona leður þetta bara virkilega flott, sko, þannig að það þetta tvennt sem við erum að pröfa en eins og allt í þessu þá gerist allt svo hægt og við erum búin að panta kalsíumið en það kemur ekki alveg strax. Og síðan það hitt að við erum í sambandi við þennan háskóla í Austur-London og ég skal segja ykkur, og ég fór þarna út og ég skal segja ykkur aðeins frá þeirri ferð á eftir, en þarna þeir búin að gera alveg rosalega flott verkefni með sykureyrsrati. Þannig að hafið þið séð þetta verkefni eða? Ef þið googlið Sugarcrete, já, og það sem sagt, þeir eru með arkitektavinnustofur alltaf á haustin og það sést í þennan kubb hérna, þar eru búin að búa til svona burðarhæft efni og svo sem sagt múrsteinar, já, þeir
einhvers staðar hérna, það múrsteina sem þeir eru búin að búa til úr Sykureyri líka. Og þeir eru, það farið af stað bygging á litlu skólahúsi í Indlandi. Þar sem að verksmiðjan sem að býr til hratið sko. Þá sykureyrin pressaður til þess að ná sykurinum út og svo verður til eitthvað hrat, hluta því notað til þess að í kyndingu og hluta því verður eftir og það það sem þeir fá hérna sko. Og þeir eru eins og ekki Anna og Jan sem eru með hampinn, þeir eru líka verið að vinna með hampinn og svo náttúrulega bambus þekkt sem efni sem hægt að búa til ansi sterkt efni úr en bambusin þeir hafa þurft að nota svo mikið að lími að þeir hafa ekki alveg fengið eðlilega umhverfisvottun á það. Þá ég að tala þegar þeir eru að taka bambusinn og tæta niður og setja hann í spýtur sem eins og harfiður sko. En sem sagt, ég var búin að heyra í þessum og þeir leið og ég fór að tala þara og svona þá bara héldu þeir ekki vatni og það voru allt fullt af fundum á Teams og þeir bara vildu endilega fá þara og nota þetta í vinnubúðirnar í haust og svo fer ég að tala við Sigga og ég tala við þá og hvort við getum ekki sendt einn smá þara og þá segir veistu það eiginlega ekki bara hægt. Ef þú sendir þetta með DHL, 10 kíló með DHL, það alveg pottið, þetta verður stoppað, þetta bæði rándýrt, þetta verður stoppað og því verður eitt á þinn kostnað, því það ekki til neitt flokku við þetta fyrir þetta. Þetta ekki landbúnaðarvara, þannig að úr varð að ég var þarna svona, seaweed mule, þannig að ég setti 13 kíló í tösku og lagði í ferð til London. Og þarna, ég vildi fara með þetta ferskt út og var búin að finna út ég geti vakuumpakkað þessu og einangrað þetta og setti þetta í poka og svona og ég átti að fá þarna 50 deginum, fór út á laugardegi, átti að fá þarna ferska sendingu á 50 deginum. Það var báturinn bilaður. Báturinn sem sker þetta á Stykkishólmi sem að fer niður á eitthvað ákveðið dýpi, hann var bilaður. Þannig ég fer og út í Grindavík og þurfti að leggja bílnum öfugt til þess að ég geti farið hratt í burtu í sæbíli sem Sæeyru og þar var hrossaþari og ég fer þarna og byrja að skera smá hrossaþari úr einhverju kerju sem hann með og sé að þetta bara ekkert sama dóti sko, þetta bara svona slepilegt og alveg fullt alginati en þeir myndi ekkert geta nota þetta þarna úti þannig að við förum í flóðatöflunar og finnum stað og það þarna á höfnum, þar einhver stór spýta og ef þú veður í fjöru þar 200-300 metra út, þá getur þú fundið stórþara. Þannig á sumardaginn fyrsta, þá var ég þarna 200-300 metra út í fjörunni að það var ógeðslega sleipur þessi þarri og svo, ég sem betur ekki lánaði vöðlur og skó sem voru með svona litlum göttum á, sko. En fyrir vísindin þá fór ég þarna og skar. og ég keypti þennan hníf sérstaklega til þess að skera stönglana, sko. Það þar sem minn áhugi liggur. Þeir eru að búa til mjölið úr blöðunum aðalega, stönglarnir eru miklu erfiðari, þannig að ég svona fókusera á stönglana og hvort að það sé eitthvað í þeim, einhverju trefjar og eitthvað, við erum bara á byrjunarstigum, sko. Þeir eru bara með fyrstu sendinguna þannig út í London á rannsóknastofunni, voru að bíða eftir að þeir fengju 3 fasa tengingu fyrir nýja þurrkunarofnin sinn og þetta er allt svona, sko, en þannig að það kemur að því, sko, það alveg, þeir eru mjög spenntir að koma hingað, sko, hvernig þetta? Vittu við? Jú, þannig. En svona, þarna cirka bát stöndum við með þetta verkefni stórþara í byggingarðinað og
þess að ná því hvað að gerast? Já, þú er bara seinn. Sko, ég náði samt 20 mínútur. Ég er beðinn að halda kortersfyrirlestur, sko. Ég samt náði 20 mínútur, sko. Hvað sér þið? Ekki tæpir á mér. Nei, þeir eru bara, já, ég veit það. En þú talar hrossafara. Já. Það var annar fyrirlestur í morgun, það var líka talað hrossafara þar. Já. Það eru mismunandi týpur af fara. Ég er bara að velta fyrir mér, af hverju hrossafarinn í umræðin en ekki aðrar týpur? Hvað hefur hann umfram? Sko, þeir eru, sko, ég hef ekki borið sama mikið af fara, sko, en ég fann fyrir því þegar ég þurfti að labba hann út að, þú veist, að blöðruþarinn, það var auðveldast að labba honum, hann var stammastur. En svo kíkti ég náði smá hrossaþara. Hann er, sko, hann er miklu, hvað ég segja, slepilegri, sko. Og ég tók svolítið af hrossaþara og hann var bara eiginlega farin í svona einhverja drullu, sko, eftir 2 daga, blöðin og stönglarnir, sko. Og hérna, hann er miklu fallegri, sko, hann er með svona langa, svona eins og veifur. Á meðan að þessi er svona meira svona út. En ertu bara að hugsa þetta í samhengi við hellur og að fylla upp í... Sko, það er annar hlutinn. Og hinn hlutin er að nota trefjana í einhvers konar múrsteina eða einhverja spýtur og sko einhvers konar steypu eða einhvers konar sko timbur. Hefurðu séð bambus, hérna, þetta extreme, hérna, þetta er bara eins og harfiður, sko. Þetta er bara spýtur. Nei, það er miklu þyngra, sko. Þeir taka bambusinn, sko, klippan í 2 metra, strippan, mjólk, já, pressan. Já, þeir fyrst rúllaðir úr honum allt rastlið og sker hann einhvern veginn í ræmur, en það er aðalmálið, sko, að trefjarnar, hver spýtur 1,80, að trefjarnar ná í gegnum alla spýtuna. Þannig að þú veist, þetta er ekki eins og spónaplötur þar sem að trefjarnar eru bara hér og þar, sko, heldur tengir þetta alla spýtuna saman. Já, bara þú veist, bara sjálfar trefjarnar í, þannig að þú veist, þetta lítur út eins og timbur. Hvað með alkali útfellingar í hérna úr þaranum? Þetta sjávargróður. Það er eitt af því sem þarf að koma í ljós. Það var eitt af því sem að hann hérna Kai hafði áhyggjur af ef að við færum, sko, hann hafði meira áhyggjur af kalsíuminni. Þannig að þetta er kalsíumklóríð sem er þá náskylt salti. Hann hafði svona meira áhyggjur að það væri kannski ekki alveg besta máli fyrir steypuna, sko. Það hlýtur að vera mikið salt í þessu. Eru búin að smakka það? Nei, það er bara svona... Já. Nei, þetta er hérna, en þú veist, þetta er bara... Þetta er náttúrulega lífrænt efni. Já, þú veist, þetta er bara þar... Það er efnasambönd. Já, þú veist, þetta á allt eftir að koma í ljós, sko, og hérna... Og vonandi, sko, fyrst að við komum þessu inn í þessar þessar vinnubúðir, þá verður unni með þetta efni þarna út í London frá sem sagt, byrjun skólans og alveg fram að jólum og stærsti hlutinni því verður svona 2 vikna vinnubúðir þar sem eru að búa til eitthvað úr þessu. Já. Já. Eru þið að pröfa að nota lífmassan heilan í þetta notakilkuna því að það er væntanlega vera einhvers konar hærri margin áður að vinna úr þara áður en að byggingarefni verður arbært. Þannig að það væri þá nýting þarans í, hvort það sé, bæjustimulant eða þú veist, matur eða fíl eða whatever sem er verðmætari vörur og sem hratur úr því í... Já, það er hugmyndin, sko. Hugmyndin er, þú veist, hvort við getum tekið þessa hérna stöngla og jafnvel, sko, pressa þá eða valsa þá og nota þá safa sem kemur úr því í þessar vörur sem þú ert að tala sem fara bæði lyfjaiðnaðinn og í matvæla'iðnaðinn. En þetta eru, sko, þú veist, við erum
bara svona á forstígi sko og fyrirtækið ISEA sem að skera hana þara í Stykkishólmi. Já, það vinna þara frá ISEA? Já. Eða ert þú frá ISEA? Nei, ég í raun og veru sko, ég eiginlega að flytja þetta bara aftur. Já, bara sko, kannski bara svona sko, já sko, tengingin ég sem þetta heiti Björn Jóhansson og landslagsarkitekt og kem að þessu bara út af áhuga á hellum og steypu og tengsl við tengsl bara fjölskyldutengsl inn í þessa sjáardæmi, hann Siggi Péturs sem sagt, já við segjumst þeirra bræður sko, við sem sagt foreldrar okkar voru kærustupar svolítið tíma, svona fjölskylduna tengdust sko tíma sko og við heldum bara áfram að vera mikli vinnir sko. Þannig að með fókus á bæði stumulands og fóður. Já. Eru þið eitthvað að fá, er þið eitthvað undirbúið að fá hrat frá þeim til að prófa með það? Sko það er hugmyndin að sko í dag allavega sko í dag það þannig að sko stönglarnir þegar þeir eru að taka stórþarann að stönglarnir eru miklu erfiðar í vinnslu. Þannig að þeir eru að taka blöðin og mylja þau og sko ég má örugglega ekki segja frá því en hluta stönglunum hefur bara verið hent. En það náttúrulega, þú veist, það ekki. En hinn hlutanum þá? Hinn notaður í svona mjöl sem Blöðunum þá? Já, það blöðin sko. Og í hvað fara þessi blöð? Í hvað eru þau notuð? Þau fara í þaramjöl sem notað í sem notað sem svona super bio feed, svona í raun og veru eins konar áburður og örugglega hægt að nota þetta í svona sko eitthvað sem ræktað í vatni, ég veit bara ekki nóg mikið þennan hluta sko. Þetta þú veist, maður þarf að fara ansi vítt ef maður ætlar að þekkja alla angana sko. Þú fær bara spurningarnar sko? Já, ég veit það, nú get ég svarað, nú googla ég og svara þessu spurningu næst eða hringi í Sigga eða, en það sem sagt hugmyndin að nota stönglana og helst að ná að kreista úr þeim eitthvað annað fyrst. Þannig að það Getur þið ekki fengið á frítt þá? Hvað segirðu? Getur þið ekki fengið borgað fyrir að taka stönglana, basically? Ég held sko í þessu verkefni þá skipti það í raun og veru ekki máli. Þú veist, þetta hugsa bara svona sem open source. Já, ok. Þú veist, við erum styrt af ASCII mannvirkjasjóði og ég, þú veist, allavega hvað mig varðar þá þetta ekki spurning að græða einhvern helling, sko, heldur bara í raun og veru að skoða hvort þetta sé hægt og þú veist, það sem við erum að gera í dag, sko, það sem komið lengst núna að nýta þaramjölið sem viðbót í fúaefni fyrir hellur. Þannig við erum að setja sand og filler sem mjög fínt efni, sand í 0 til 4 mm sem svona þokkaleg kort og brotinn sand en ekki sjávarsand. Og svo erum við að blanda þaramjölinu við það og það viljum við geta virkjað. Þannig að við getum búið til sko teygjanlega fúu sem fyllir upp í bilið á milli hellnanna. Og það sem við erum að skoða núna inn á rannsóknarstofunni, það annars vegar að nota kalsíum til þess að virkja alginatið í þaramjölinu og hins vegar hita. Þannig að þetta functional viðbót við efnið og umhverfis. Já, og þetta í raun og veru kemur í stað... Hvað sér þið? Var það mikið dýrara ef þú nota mjölið? Nei, ekki miðað, sko það sem ef þú vilt fá efni sem fyllir út í fúuna og límist þetta niður, þá þetta að nota svo kallaðan varjósand sem innfluttur og þú veist, fata af honum kostar sko 12.000 kall. Þannig að meðan að þarinn í svipa gæti kannski kosta 1.000 kall eða af þessu. Þetta eru bara nokkra fötur sko, en það sem í raun og veru í gangi núna að það eru ofboðslega margir að klessa fullt af steypu bara yfir innkeyrslu hjá sér að þeir þola ekki gróður í fúum og hellum.
Hellur eru hins vegar þannig að þú getur endurnýtt þær nánast endalaust. En hafið eitthvað skoðið tengst við bláklúðurlausnir? Hvernig það hafi ykkur áhrif á Ég meina, það er það sem að, hellu sem er ekki svona rosalega það er það sem við, sína? það sem við þurfum fyrst að gera er að athuga hvort að við náum að virkja alginatið og hversu sterkt það er og hversu teygjanlegt og hversu mikið spenna er í því. Og síðan getum við séð hvort að það sé hægt að útbúa fúurnar þannig að ég á einmitt alltaf eftir að skoða niður á Óðinstorgi, þekkirðu það verkefni? Nei, Óðinstorg var sem sagt lagt með 25 sinnum 50 hellum sem voru með stærri fjarlægðaklása og það voru sett bara svona frekar grófur kúlusandur onni fúrnar, þannig að það myndi leka niður á milli þeirra. Það þyrfti ekki niðurföll. Og ég á bara eftir að fara og skoða það núna 2 ára síðar hvort að... Hann er ekki fókið í burtu þá? Ég veit ekki. Ég veit ekki, ég bara það er hérna pústingasandurinn. Hann er líka fullur af járni þannig að það koma aftur riðblettir á helluna þegar að menn eru óheppnir með akkurat sandin ef það er mikið járn í honum þann daginn Er hægt að fá svona stöngla hjá þessu fyrirtæki í sig? Fá bara ferska stöngla eða? Já. Ég skal koma með þér út í Hafnir og skera með þér nokkra stöngla. Ok, ég bara þykk það. Ég þarf örugglega að fara aftur, Ok. En Hvað er komið með? Já, hvað spáði nota á því? Til unna bara? Já, ég hefði bara rosa gamla því. Þannig að ég er að fara vestur 23. maí og kem örugglega með fullt af stöglum tilbaka ef að báturinn er komin í lag. En annars er þetta að keyra út á Hafnir og ég er ekki búin að skila vöðlunum, þannig að... Ég á vöðlur. En áttu skó sem eru með smá broddum á? Já, broddar sérstu. Já, ég myndi sitja allavega svona létta mannbrodda, því að það... Já, ég var með hnífinn og þurfti að halda á það, það var eiginlega ekki hægt, En Nei, ég fór með fullt að þara til London, 13 kíló í ferðartösku til þess að láta það hafa á rannsóknarstofu þar. Og lendi því að báturinn var bilaður daginn sem ég átti að fá allan þara. Þannig ég þurfti að fara á sumardaginn fyrsta og vaða út í... Já. Ertu bara að vinna með Askó? Hvað segirðu? Ertu bara að vinna með Askó-filum? Askófilum, nú hvaða hluti af þaranum með það? Það er bara tegund sem að ég segja er mest að... Nei, það er þessi stórþarinn sem við erum að vinna með, Laminaria hyperborea. Já, ok. Askófil, er það hrossatharinn eða? Nei, er það ekki Laminaria digitata? Já, það er hann, en hvað er þessi sem að þú ert að tala um er? Það er það sem að þeir slá mest af, og er svona mesta... Já, þetta sem er... Er þetta blöðruþang? Það gæti verið, það sem er rækta mest af og sem að, ef maður horfir á YouTube-vídeó þá er allir að hræra því í pottum. Er þetta ekki ræktanlegt? Nei. Já. Já, takk. Já, takk fyrir að koma, þá stutt væri. Já, eins og ég segi, hvað sér þið? Já, við setjum örugglega eitthvað inn hjá Mannvirkjasjóði. Þetta er svona jaðarverkefni hjá öllum, Þannig að þetta, Urban Beat heitir mitt fyrirtæki. Já. En ég er sjálfur yfirleitt í allt öðru, Þannig að þetta er svona... Já, og á þessum árstíma þá er brjálæði að gera í hinnu. Þannig að ég myndi segja svona í haust að þá fara eitthvað og ef þetta gengur upp með þessar arkitekta vinnubúðir þá kemur fullt af upplýsingu þaðan, Þannig að... Er ekki meira svona línefni í þessu blöðu gangi? Það er, alginatið, já, það er, ég á eftir að fá meiri upplýsingur um það, en það er mjög misjafnt hvað er mikið alginati eftir á hvaða tíma árs þarinn er tekinn.